Svo samhringt. Svo hringið þrisvar.
Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja. Almáttugur eilífur Guð, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar. Lítið ná til vor og heyr bænir vorar, við í sorg og söknuði áköllum þig og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs. Fyrir Jesú Krist drottinn vorn og frelsara, við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar.
Í Davíðssálmum standa þessi orð: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: Hverfið aftur þér mannanna börn, því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Ég ætla að biðja þau sem að treysta sér til þess að rísa úr sætum og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús sagði: Ég er góði hirðurinn. Góði hirðurinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég er góði hirðurinn og þekki mína, og mínir þekkja mig, eins og Faðirinn þekkir mig og ég þekki Föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem er ekki úr þessu sauðabyrgi, þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hirðir. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall
En sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það í hjarta sér. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Við komum hér saman í dag til að kveðja bónda, eiginmann, föður, tengdaföður, afa og langafa, mann sem var mótaður af landi sínu og mótaði það jafnframt sjálfur í moldinni, í árstíðunum, í veðrabrigðum og vexti jarðar, lærði hann taktmál lífsins. Að sumt sprettur hratt, annað hægt og allt hefur sinn tíma. Hann þekkti þá visku sem ekki lærist af bókum einum saman, heldur af því að ganga dag eftir dag, til gegninga, ganga tún og haga, hlusta á vindinn og lesa í merki náttúrunnar. Davíðssálmurinn sem ég las áðan, þar segja seinni lesturinn, ávallt lesinn á gamlárskvöld. Og sálmaskáldið minnir okkur á þetta sem ég var að segja núna, þegar hann segir: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og nætur vaka. Já, líf okkar stutt í samanburði við eilífðina, en innan þess fáum við köllun. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Bóndinn sem við kveðjum í dag
lifði lífi sem bar merki slíkrar vissu. Hann vissi að landið var ekki eign til að arðræna, heldur ábyrgð til að annast. Hann taldi daga sína ekki í flýti, heldur í trúfesti, í vinnu sem hafði gildi langt út fyrir augnablikkið. Og þegar við nú horfum fram á veginn, þá minnumst við þess líka að ritningin talar einnig annan bónda, annan hirði. Þann góða hirði sem þekkir hverja á með nafni, hirði sem gengur á undan og skilur ekki eftir hjörð sína í reiðileysi. Og sú mynd mun fylgja okkur áfram þegar við felum líf Björgvins Þóroddssonar í hendur hans sem skóp landið og lofaði að leiða sína heim. Þau orð skulum við hafa í hug okkar nú við kveðjum Björgvin Þóroddsson hinstu kveðju. Björgvin fæddist hann 7. apríl 1940 á Grímsstöðum í Þistilfirði. Hann var elstur 15 barna hjónanna Kristbjargar Sigríðar Árnadóttur og Þórodds Björgvinssonar. Kristbjörg var fædd 1922 og lést árið 2003, en Þóroddur fæddist 1907 og lést 1986. Björgvin ólst upp við Þistilfjörð. Hann aðstoðaði ungur að árum á mörgum bæjum í sveitinni við hin ýmsu störf. En þegar hann fullorðnaðist fór hann á vertíð til Vestmannaeyja í 2 vetur. Og svo þegar að síldarævintýrið hófst, þá vann hann við útgerð á Raufarhöfn, Siglufirði og á Seyðisfirði. Þar lágu leiðir hans og Margrétar Jónsdóttur saman. En Margrét er fædd 1944 og foreldrar hennar voru Jón Guðmundur Þórðarson og Soffía Jónsdóttir, vitaverðir á Siglunesi við Siglufjörð. Björgvin og Margrét gengu í heilagt hjónaband þann 16. nóvember 1964. Þegar síldarævintýrið tók enda, þá leitaði hugur Björgvins aftur heim í Þistilfjörð og þar hófu hann og Margrét búskap, fyrst að Hagalandi árið 1963 og síðan í Garði 1973. Þar þurfti reyndar að byggja upp frá grunni, bæði íbúðarhús, fjárhús og hlöðu, ásamt ýmsu öðru. Það var reyndar ekkert erfitt fyrir Björgvin þar sem hann var mjög hagur smiður. Og börnunum fjölgaði með árunum og urðu 5 þegar upp var staðið. En börn Margrétar og Björgvins eru Soffía fædd 1964, búfræðingur og bóndi í Garði í Þistilfirði. Maður hennar er Jónas Pétur Bóasson og eiga þau 2 syni og 1 dóttur og 4 barnabörn. Þóroddur fæddur 1965, verkfræðingur í Garðabæ. Kvæntur Ástu Leonardsdóttur, hún fædd 1973, eiga þau 1 dóttur en fyrir átti Ásta 2 syni. Sóley Helga fædd 1966, bókari á Akureyri. Hún er gift Sigurði Frey Sigurðarsyni. Eiga þau 1 dóttur og 1 son. Árni Hermann fæddur 1972, hugbúnaðarsérfræðingur í Kópavogi. Maki hans er Unnur Ingibjörg Sigfúsdóttir og eiga þau 1 son, en fyrir á Árni 1 dóttur og 2 syni. Jón Guðmundur fæddur 1978, tæknistjóri í Kópavogi, kvæntur Rúnu Gunnarsdóttur og eiga þau 1 son. Já, árunum var varið í margvísleg bústörf. Björgvin var mikill félagsmálamaður, hann sat í hreppsnefnd, tók þátt í starfi Lions-klúbbsins á Þórshöfn árabil og var formaður félags sjálfstæðismanna á Þórshöfn, auk þess að sitja í kjördæmisráði flokksins. Hann var einnig fréttaritari Morgunblaðsins margra ára skeið. Björgvin starfaði í Þorrablótsnefndum og naut sín mjög vel þar. Og hann var líka formaður félags eldri borgara á Þórshöfn tíma.
Árið 1997 fluttu Björgvin og Margrét til Þórshafnar og elsta dóttir þeirra tók að reka búið í Garði ásamt fjölskyldu sinni og tóku þau við góðri hjörð af kindum, frjósömum og afurðagóðum. Hér á Þórshöfn vann Björgvin ýmis störf fyrir Ísfélagið og hann var gjarnan fenginn til að leiðbeina ungum starfsmönnum og kenna þeim réttu handtökin. En eins og með marga sveitamenn, þá er hægt að taka þá úr sveitinni, en það er aldrei hægt að taka sveitina úr þeim. Og Björgvin leitaði því alltaf þangað sem að ræturnar lágu og eyddi mörgum stundum í sveitinni og þar í kring, líka eftir að hann flutti hingað til Þórshafnar. Hann unni landinu öllu, ekki aðeins eigin jörð. Og hann naut þess að vera úti í náttúrunni, naut þess að vera hluti af sköpunarverki Drottins, eins og við getum séð í svo mörgum ljóða hans. En eftir hann liggur ljóða- og lausavísubókin Garðstungan frá árinu 2021 og er hún samansafnað því efni sem að eftir hann liggur. Björgvin taldi reyndar bókina hvorki djúpan skáldskap né hafa menningarlegt gildi. Frekar væri að ræða tækifæriskveðskap sem að gæti orðið til úr litlu, til dæmis óvanaleg notkun á alkunnu orði eða klaufaleg setning, hvort sem var hjá honum eða öðrum. Hann var afar hagur smiður eins og áður hefur komið fram. Og fyrst sinn voru það nú aðallega hamarinn og sauginn sem fengu að njóta krafta hans, enda langaði hann á yngri árum til þess að læra húsgagnasmíði. En síðustu árin leystu pennin, pensillinn og lyklaborðið, hamarinn og saugina af hólmi. Björgvin var einstaklega skapgóður og man til dæmis yngri dóttir hans ekki eftir því að hafa séð hann reiðan, nema kannski einu sinni. Og það var þegar hún lenti því að keyra utan í handrið á nýlegum Isuzu pick-up sem hann átti. En Björgvin keypti sinn fyrsta bíl árið 1963 og var það með fyrstu bílum sem komu í sveitina. Björgvin var afskaplega bóngóður og hann var fljótur að bregðast við þegar leitað var til hans. Og hann var fenginn í ýmis verk, til dæmis að flytja barnshafandi konu á Þórshöfn, keyra ljósmóðurina í húsvitjun og eitt skipti var hann sendur til þess að sprauta nágranna við mænusótt. En Björgvin sinnti barnabörnum og barnabarnabörnunum sínum vel. Hann talaði við þau sem jafningja og af virðingu. Og það geta líklega öll barnabörnin borið þess vitni að þegar þau komu í heimsókn til afa og ömmu á Þórshöfn var tekið á móti þeim af einstakri hlýju og væntumþykju. Og Björgvin hafði mjög gaman af því að taka þau með þegar hann fór til veiða á árabát frá Völlum eða renndi fyrir fisk á bryggjunni á Þórshöfn, svo eitthvað sé nefnt. Og Björgvin var alltaf ungur í anda. Það er ekki nema rúmlega 1,5 ár síðan hann studdist við eitt barnabarn sitt þegar þeir óðu út í hólmann í Svalbarðsánni til að leita gæsareggja. Og sjaldan hefur máltækið ungur nemur, gamalt temur átt betur við en þá. Eftir að þau hjónin fluttu til Þórshafnar var Björgvin mjög duglegur að heimsækja ættingja og vini á Nausti. Hann sá oft spaugilegu hliðarnar á málum og það er lýsandi fyrir hann að markmiði í hverri heimsókn var að fá allavega einn til þess að brosa eða hlæja. Og hann bjó yfir ákveðnu æðruleysi sem kom sér afskaplega vel í veikindum hans síðustu mánuðina. Eftir að hann veiktist í febrúar síðastliðnum, þá leið honum hvergi eins vel og heima hjá Margréti sinni í Miðholtinu. Það var honum dýrmætt og þeim báðum að geta verið sem lengst heima. Aðstendendur Björgvins hafa beðið að koma á framfæri
kæru þakklæti til hjúkrunarfræðinga og starfsfólks á heilsugæslustöðinni á Þórshöfn. Því að þar var honum sýnd ómetanleg alúð og hlýja og hugsaði einstaklega vel um hann síðasta árið. Einnig hafa þau beðið mig að flytja hér innilega þakkir til íbúa og starfsfólks á Nausti fyrir alúð og hlýju í hans garð og einnig þakkir til alls starfsfólks á Heilsustofnun Norðurlands á Húsavík fyrir umönnun hans. Guð blessi og launi það allt. En Björgvin lést á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Húsavík þann 12. desember síðastliðinn. Nú þegar komið að hinstu kveðjustund hefur verið beðin að flytja kveðjur frá eftirtöldum sem ekki eiga heimangengt. Innilegar samúðarkveðjur flytja frá Siggu frá Fjallalækjarseli, Stefaníu og Gunnlaugi í Snorrabörnum og hlýjar samúðarkveðjur frá Njáli Trausta Friðbertssyni þingmanni. Innilegar samúðarkveðjur flytja frá hjónunum í Syðra Álandi. Hugheilar samúðarkveðjur flytja frá Páli Jónassyni frá Hlíð. Rafn, Kristín og Rebekka senda innilega samúðarkveðjur með þakklæti fyrir góða, trygga vináttu og samstarf. Innilega samúðarkveðjur flytja frá Amalíu og Skúladóttur og fjölskyldu og innilega samúðarkveðjur til Margrétar og fjölskyldu frá Birnu Mansa, Jared og Mansa. Innilega samúðarkveðjur flytja til allra aðstandanda og vina Björgvins frá Hörpu og Sólveigu Indriðadætrum. Innilega samúðarkveðjur flytja hér frá Sigríði Jónsdóttur og Þorgeiri á Björgum í Köldukinn. Vilmundur Árnason og fjölskylda eru stödd erlendis og senda fjölskyldu og ástvinum Björgvins innilegar samúðarkveðjur. Einnig flytja hér kærar samúðarkveðjur frá Hagbarði Maríusinni og fjölskyldu í Bolungarvík. Börn Grétu og Þórðar frá Siglufirði biðja fyrir hlýjar samúðarkveðjur til allra aðstandenda Björgvins. Jens Garðar Helgason, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, sendir fjölskyldu og vinum Björgvins innilegar samúðarkveðjur. Og innilegar samúðarkveðjur flytja frá Jóhönnu Regínu Aðalbjörnsdóttur. Einnig flytja hér innilegar samúðarkveðjur frá Gunni, Steingrími og fjölskyldum. Innilegar samúðarkveðjur flytja hér til allra aðstandanda Björgvins frá starfsfólki og íbúum á Nausti. Einnig flytja hér samúðarkveðjur frá séra Hildi og séra Jóni Ármanni á Skinnastað. Jónas Pétur þakkar fyrir samstarfið og veitta aðstoð í gegnum árin. Aðstandendur Björgvins biðja útfarargesti að þiggja veitingar í grunnskólanum á Svalbarði og einnig vil ég minna á gestabók þar liggur frammi. Að athöfninni lokinni verður kistan borin hér fram í anddyri þar sem hún verður lögð á búkka og þar geta þau sem ekki fara í garðinn kvatt hana en jarðsett verður í Svalbarðskirkjugarði. Þegar við höfum nú rifjað upp brot af lífi Björgvins Þóroddssonar, lífi sem var ríkt af vinnu, ábyrgð, gleði og trúfesti, þá eðlilegt að leita í orð Davíðssálmsins, orða sem margir þekkja og hafa borið í hjarta sér á lífsleiðinni. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Þessi orð falla vel af lífi mann sem alla tíð var vanur að annast, vaka, byggja upp og bera ábyrgð, bæði á fólki, fé, landi og samfélagi. Björgvin þekkti hvað það þýðir að leiða hjörð græn engi og í gegnum dimma dali stundum. Og hann vissi
að góð umsjón felst ekki í því að flýta sér áfram, heldur að ganga með, sjá hvar þurfti að styðja, hvar þurfti að bíða og hvar þurfti að hlúa að. Og líf hans bar þess merki í fjölskyldunni, í sveitinni, í störfum hans og vináttu. Var hann sá sem fólk gat treyst á, sá sem var reiðubúinn að leggja hönd á plóg eða axla ábyrgð þegar á þurfti að halda. Já, og 23. Davíðssálmur heldur áfram og þar segir: þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Og þessi orð, þau fá sérstaka dýpt þegar litið er til síðustu mánaða Björgvins, þar sem æðruleysi hans og ró vitnuðu traust til lífsins, fólksins í kringum hann og traust til Guðs. Hann gekk ekki einn. Góði hirðirinn var nærri, jafnvel þegar að kraftarnir dvínuðu. Og nú þegar að jarðneskri göngu hans er lokið, megum við treysta því sem að 23. Davíðssálmur lofar okkur að lokum. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Þar sem engin þreyta er lengur, engin veikindi, engin óvissa, aðeins friður. Þar sem hirðirinn sjálfur tekur á móti sínum, leiðir þá heim og lætur þá hvílast. Við kveðjum Björgvin með þakklæti í hjarta fyrir lífið sem hann lifði, sporin sem hann markaði og kærleikann sem hann miðlaði. Og við felum hann í hendur góða hirðisins í fullvissu þess að hann sé nú kominn á þau grænu engi sem hann þekkti svo vel og heim sem honum var ætlaður frá upphafi. Ég leyfi mér nú að lokum að vitna eitt ljóða Björgvins, en þar segir: dagur er kominn að kveldi, sólin að síga til viðar. Það birtir af himneskum eldi, tunglið bíður til hliðar. Já, lífssól Björgvins Þóroddssonar er sigin til viðar. Við biðjum algóðan Guð að blessa minningu hans. Hann hvíli í drottins friði. Guð blessi ykkur öll. Amen. Takið postulegri kveðju. Náð drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélags heilags anda sé með oss öllum, í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Við fókusum.
miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Biðjum. Við þökkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá Drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Björgvin Thorodsson frá þrautum og veitt honum hvíld. Ver þú náðugur öllum þeim sem líf hans var tengt ástíðarböndum, helga og blessa minningar þeirra allra og varðveit þau á vegum þínum. Heyrt þá bæn í Jesú nafni. Amen. Allar okkar bænir felum við í þeirri bæn sem að Drottinn hefur kennt okkur og við biðjum öll saman af hjarta og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum
vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.
þér